Komið sæl og verið velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að sjálfsögðu í boði Egils Gull og það er sjálfsögðu léttöl. Við erum að taka upp í kjölfarið á góðum sigri á Watford. Þetta er byrjun á mjög þéttu leikjaprogrammi, allavega fram að áramót eða fram yfir áramót, og við eigum stórleika á morgun móti Paris Saint-Germain og Everton helgina, þannig að þetta er nóg að ræða og þetta er svona dagskrána í dag að ég held. Við vitum það aldrei svona áður en við byrjum og ég heldur bara að vitum okkur þetta. Maggi og Steini, þið eru klárir á línunni? Algjörlega. Jú, klár. Steini, ég heldur byrjum bara þess á helginni almennt á Englandi, sko. Þú sagði, það eru bara 2 lið eftir núna sem eru ennþá taplaus, allavega í ensku úrvalsdeildinni. Það var ég með svona önnur úrslit í huga, ekkert endilega Liverpool-leikinn. Erum við ekki tiltölulega sáttir eftir þessa helgi? Jú, ég meina, það er ekkert hægt að vera neitt annað. Ég meina, þetta City-lið er náttúrulega fáránlegur önni og maður er alveg hættur að svona gera ráð fyrir ykkur öðru heldur en sigri hjá þeim eins og rönnið er á þeim akkurat núna, þannig að maður er bara verulega ánægður ef á meðan að við höldum svona í við það og síðan svona vantaði svolítið inn í prógrammið að Chelsea færi aðeins að tapa stigum svona til aðeins svona allavega myndi eitthvað smá bil, en bara heilt yfir bara mjög flott og ég eiginlega svona maður var aðeins að fylgjast með samfélagsmiðlum aðalega Twitter og við erum alveg ótrúlega þjóðflokkur Liverpool-stuðningsmenn hvað við getum verið alveg, það er eins og við séum bara korter í fall þegar við erum að spila þessa leikistundum. Það er alveg magnað að fylgjast með þessu, sko. Þannig að mér finnst vera miklu meira tilefni til bjartsýni og jákvæðari hluta heldur en allavega svona þetta lítur út svona allavega frá Twitter séð. Bara líka við skoðum aðeins lengra aftur. Ég sá aðdraganda þessa leiksmaki þá að vera að tala sko fyrsta leikin sem Klopp átti á móti þessu liði fyrir 3 árum. Ef við tökum það líka bara í því samhengi, Liverpool tapaði þar 3-0 og breytingar bara bæði á hóp og spilamenn, sko. Það gæti ekki verið. Þetta var alltaf ekki beðið mikið meira á svona stuttum tíma. Nei, alls ekki. Og ég segir svo Steini, við vorum búin að vera að ræða þetta síðustu viku, að það var náttúrulega alveg klart mál í mínum huga að þetta var náttúrulega bara virkilega flott og framist á margan hátt og eins og segir breytingin frá þessum ekki lengri tíma náttúrulega algjör og við kannski að fara í gegnum að leika betur og eftir, en það er alveg klart mál að þetta var alveg, já, bara virkilega flott lending og niðurstaða og heilt yfir bara fannst mér þetta bara eitt mest sólid svona frammistaðan í okkur bara býsna lengi, en við kannski fyrir nánar í það svona gangin á þessu leik eftir smá. Ég langaði aðeins að bara klára rauninni helgina, eins og Maggi, við tökum til dæmis bara eins og Steini að segja, City þetta er bara skeri og maður gerir enga væntingar fyrir einhvern West Ham-leik og þeir eru búnir með hann bara 20 mínútum, en eitt sem er til dæmis taka svolítið inn á Anfield Wrap og fleiri, sko, erum við ekki ennþá svolítið þar að Liverpool við erum ekki að sjá Liverpool á 100% gassi og jafnvel, sko, sérðu fyrir annan gír hjá þessu City-lið. Maður er svona að velta fyrir sig hvort að þeir séu jafnvel í svona, hvað segir maður, toppformi meðan við erum kannski ekki alveg þar. Ég reyna að finna ykkur hálmstrá fyrir okkur. Já, nákvæmlega. Ég verði þessi leiðilegi og neikvæði sem að segja það að þetta City-lið sé bara of gott til þess að falla á einhverju dæmi og maður þarf svolítið bara að fara að sjá það gerast. Því að þú veist, þeir voru náttúrulega bara, ég horfði þarna á sirpurnar þarna kvöldið sem eru með á BT Sport og þú veist, þetta var náttúrulega bara stút, bara frá hægri til vinstri bara og bara allir sílendur úti klára leikinn á þessu bara mínútonum og eru bara lítið ótrúlega vel út, þannig að maður bara pínlítið að fara að sjá eitthvað gerast hjá þeim, en að því sögðu þú veist þá erum við ekki komin á fulla ferð og eftir þennan leik helgina þá svo sem vona ég að við séum kannski aðeins að fara á góðan stað. Það sem ég kannski jákvæð þessu helgina þannig séð var að sjá að Chelsea-liðið er greinilega ekki alveg eins kannski sterkt eins og þeir hafa verið að sýna og
þeir vildu nú meina þarna hjá BT að kannski væri Chelsea lendi því að hann væri rosalega mikið búinn að spila sama mannskapnum og væri einmitt búinn að vera að nota þá líka jafnvel í Evrópudeildinni og í deildarbikarnum þessa lykilmenn því að Tottenham algjörlega bökkuð yfir þá, það var bara þannig og Chelsea átti ekkert breyk í þann leik þannig að svona það voru klár veikleikamerki á Chelsea-liðinu núna helgina og svo auðvitað náttúrulega enn eitt ganginn hafa United pínlítið rúlað niður, ég ákvað nú bara að kíkja þess á þann leik þetta líka þessari sirpu og það var bara ekkert síður Crystal Palace sem átti kannski möguleika að vinna Old Trafford heldur en United. Alltaf sagt að Roy Hodgson er toppmaður. Já, þannig að jákvæðu fréttirnar kannski helgina var það virkar allan á manna að þeir Chelsea-menn væru aðeins svona að fatta slugið og það er bara fínt að einhverju hellistu lestinni þar og svo náttúrulega alltaf gaman þeir United tapast og við vitum það. Steini, erum við að sjá kannski, ég ekki segja kannski að Tottenham hafi stimplað sig inn, þeir hafa aldrei stimplað sig sérstaklega út en eru eftir þessa framistöðu á Ömblið, það var alveg ótrúlega munur á liðunum, ég þetta til dæmis skil ekki umræðan eftir Chelsea-leikin hefur verið, eða Chelsea-lið hefur sko verið notkunum á kanti, sérstaklega í svona leik, maður fannst það bara vera alveg út á túni sko en hvenær förum við að taka Tottenham bara fyrir alvöru meðin í þessu umræðu, þeir hafa núna verið bara nánast í alla þennan áratug alltaf afskrifaðar, aldrei hverfaðar almennilega. Já, en bara fótboltinn svo mikið gullfiska dæmi bara í heild sinni. Menn tala lið upp og menn talaðu niður bara mínútuna eftir. Ég meina það ekkert langt síðan að það var verið að tala bara Tottenham væri bara að fá mikið fleiri stig heldur en þeir ættu skilið í rauninni út frá frammistöðu þar sem þeir voru bara rétt að sullast í gegnum leikina. Þetta var þetta vissulega þeirra langbesti leikur held ég. Já, og á móti var verið að tala Sarri-boltan og hvað Chelsea litu vel út og fljótur aðlagast og bara þannig var þetta þver öfugt og núna bara eftir einn leika þá erum við bara er Chelsea sprungið og Tottenham bara farið inn í titilbaráttu. Þetta var sama með Arsenal, þeir töpuðu 2 fyrstu leikjunum og það var allt í volli, síðan vinna þeir einhverja 8 í röð og þá þeir bara allt í rótni besti. Þannig að þetta svo stutt á milli hjá þessum liðum þegar þeir komast á eiga bara alvöru leiki og það var sína sitt rétta andlit. Það má eiginlega alveg segja bara, ég algjörlega á því að City að spila bara eins og þeir gera best. Þeir eru með frábært lið og þeir eru bara akkurat í efsta gír. Ég alveg handviss að þeir ekkert gír þarna fyrir ofan þetta, en spurningin hversu lengi ná þeir að keyra í þessum gír, hvernig þurfa þeir að koma til með að gíra niður. Þannig að þetta eins og ég segi, þetta svo fljótt að breytast og eftir næstu umferð gætu menn verið farnir að tala titilvonir Chelsea og Tottenham væri bara að spila sig út. Sko. Þannig að eina sem ég veit bara að það sem að Liverpool þarf að gera á meðan að City á þessu skriði, það að skila þessum 3 stigum í hús í hver skipti. Bara, það eina sem máli snýst og síðan að reyna að koma liðinu í svona svipaðan sóknargír og við vorum svona seinni hlutann á síðasta tímabili því að varnarlega held ég að sé allir sammála að Liverpool orðið ógnastert og þetta svo fá færi sem að liðið gefur á sig og ólíkt síðustu árum að þá þarf meira heldur en 1 færi á Liverpool og það bara mark. Það þarf orðið meira til að því að halda svona hreinu markinu og náttúrulega bara eins og þessir miklu fræðingar og filósófar segja að ef þú heldur markinu hreinu þá tapar ekki. Þetta alveg mögnuð speki. Það líka í þessu sko, það magnað að horfa á bara efstu top 5, þú veist að ef Everton komin í 7. seti þá tölum við bara top 5 núna. Það 30 leikir núna, þú veist 6 á hverju liði, það 2 töp og það bæði innbyrðisliðir, annars bara jafntefli sigrar hjá þessum toppliðum. Liverpool eftir bestu byrjun í sögunni og það svona smá svekkjandi að vera fyrstulega ekki á toppnum og svo öðrulega ekki lengra frá þessum liðum 3 fyrir neðan okkur sem að
þegar maður raunber vitni, vonandi fyrir við aðeins að fara að skilja leiðir meira. Við höfum átt 2 góðar helgar allavega undanfarið og vonum að það haldi áfram, en Maggi, förum aðeins í Watford og sko, þetta var ósamfærandi að köflum í fyrrháleik og jafnvel heppnin eins og þú segir, sko, þetta var alveg þétt framist, það er ekki hægt að tala um þetta sem kannski svona, hvað segja, þroskaða þolinmæðis. Jú, klárlega. Gegn þessu liði. Klárlega, fyrri hálfleikurinn þetta náttúrulega svona ákveðið ströggl, við vorum alveg búin að lýsa þessu Watford-liði og þeir eru engir muggar þarna og við þurftum að Alisson þurfti að verja þarna einu sinni helviti hugulega, en á móti var Foster náttúrulega í svaka standi líka, þannig að mér fannst fyrri hálfleikurinn bara þræl solid. Mér finnst bara, eins og Steini var að tala um á Twitter og hvernig ég sá ekki fyrsta korterið og ég var svona með Twitter og grípa á ljósum, vonandi löggan ekki hlusta og ég hugsaði bara með mig, vá, við erum bara ekkert núna að geta maður fokk, þetta er allt í tómu tjóni. Svo fannst mér bara, ég svona fyrstu 25 í beinni og svo í hálfleika þá vorum við alveg með færi og þó Alisson þurfa að verja, þá erum við að tala um Watford-lið sem er bara búið að vera á fínum stað, þannig að það var aldrei að fara að gera þetta kollinum á mér að við varum að fara að bakka yfir þetta lið einhvern veginn. Svo má kannski alveg hugsa það auðvitað, kannski áttu þeir að fá vítið þarna í seinni hálfleik í 0-0 stöðu. Hvað finnst þér? Er þetta allt á því? Nei, ég er það ekki, en vegna þess að mér finnst hann leika fallið. Mér finnst þetta var þetta mögulega snerting og mér finnst hann henda sér niður allt of létt. Svo ágæti maður Vilhjús starfi maður. Mér fannst það ekki, en þú veist, ég get alveg kannski hefði var hent í víti þarna, ég veit það ekki alveg, þetta er alveg svona, þetta er glanaleg tækling kannski, hann setur löppina þarna út, en mér fannst þetta ekki vera víti, en þú veist, ok, vítið gat alveg komið, en mér fannst bara Liverpool-liðið vera bara á öðrum stað heldur en mér fannst til dæmis í Huddersfield-leiknum sem við vorum bara drullu heppnir að vinna eða einhverjum öðrum þessum leikjum sem við höfum aðeins verið að högta og við skulum alveg átta okkur á því að það að þessir 3 fremstu stimpluðu sig inn og önnur flott frammistöð að Shaqiri fannst mér skipta bara ótrúlega miklu máli. Mér finnst Salah æðislegur og gaman að sjá hann upp á topp. Firmino á stóran þátt í fyrsta markinu og skorar svo, þú veist, og setur Voodoo fagnir til þess að losna við markaþurðina. Þannig að það var ótrúlega margt jákvætt fannst mér í þessum leik. Ég er bara eina sem svekkilst að fyrirliðin skildi verða oft pumpaður og láta reka sig út af, en það kannski sýnir það að honum er ekki alveg sama hvernig það allt er, en mér fannst alveg rosa margt jákvætt í þessum leik og bara aftur sérum við frábær markvarslega Alisson, þessi markvarslega félag stendur lengi í lappirnar, það er orðið drullu erfitt að skora hjá þessum markmönnum okkar. Mér fannst hafsendaparið solid, Trent besta leiki sín mjög lengi, þannig að mér fannst bara þegar leikurinn er búinn þá var þetta allt jákvætt og það er náttúrulega kannski það sem er máli. Við erum náttúrulega eins og Steini sagði áðan, við erum náttúrulega kólklikkuð eiginlega, sko, hvernig við látum, því að þú veist, þetta var bara, eins og segja, þetta var bara hörkuleikur og við getum ekki reiknað með því að við mætum á þennan útivöll þarna og bökkum yfir þessi lið bara hægri vinstri þess að fá okkur skotskilji, það er ekkert að fara að gerast þannig. Og við erum að koma úr sko landsleikja liða sem menn fór allan heim og 2 æfingar og eitthvað svona, þá fannst mér þetta bara, já, rock solid framistæð og bara klárlega svo jákvæðasta hjá liðinu bara mjög lengi. Steini 0-0 í hálfleik og það, sko, þetta var góð punktur hjá í byrjun, þetta endurspegla svolítið stemminguna, maður talaði sko mjög ósamfærandi, mjög bara heppna yfir ekki undir og þetta er alltaf færi og ég held þetta væri víti fyrst þegar það var dæmt, viðurkennu það, en svo þú sér match of the day og svolítið, eins og þú segir, við erum með sko bæði með færi og jafnvel fleiri og betri heldur en Watford í leiknum og umræðan er svo sterkt á neikvæða nótunum að maður upplifir þetta einhvern veginn sko allt öðru heldur kannski ef maður horfir frá leikinn eftir á eins og Maggi þú gerur stundum sko. Já, ég meina þetta ég bara átta mig ekki alveg á þessu, auðvitað lifa menn sig inn í leikina og þetta er ekki, ég er ekki bara að tala um þennan leik, þetta er búið að vera svolítið gegnum ganga, þetta er bara hreinlega eftir leiki líka bara hérna á Facebook og allstað, bara það ef maður vissi ekki stöðuna, maður vissi ekki að þetta væri besta byrjun Liverpool í ykkur 30 ár, þá myndi maður halda að það væri bara korter í að Klopp í látum fara og hérna við værum eitthvað að berjast við Man United miðja deild. En það við erum að berjast við City á toppnum. Við hefum ekki tapað leik á tímabilinu í deildinni, þannig að þeir þurfa aðeins að hérna, ég held að menn þurfa aðeins að slaka á í þessu dæma, því að fótbolti á náttúrulega að vera skemmtilegur og það er allt í lagi að krítisera og allt það, en persónulega finnst mér
ótrúlega margt vera jákvætt á þessum tímapunkti á tímabilinu og bara horfandi á töfluna, horfandi á hversu miklum framförum við höfum tekið sérstaklega varnarlega þar sem við erum búin að fá okkur 5 mörk þar sem af tímabili í deildinni. Það bara trufla. Og það er auðvitað bara nákvæmlega það sem við erum verið að kalla eftir, sem Steini var að tala áðan, að við erum ekki ennþá farin að skjóta á öllum sílendrum og þetta erum að fara inn í monsterviku. Það getur alveg verið að við séum á þeim staðnum að vera að lenda í helvítis brasi á núna á miðvikudaginn og verður alvöru verkefni. En það sem mér finnst kannski vera líka það að við verðum að passa okkur á því að sérstaklega í leik eins og þessum að missa okkur ekki í einhvern svona dramafarsa í það að það ekkert ennþá sem að við eigum ekki, finnst mér, að vera að búa til pressu á okkur. Við bara eigum að vera meðan við höngum í rassinum og City-liðinu sem lítur ótrúlega vel út, þá eigum við bara vera svolítið að fókusa og einblína á það, finnst mér. Og það auðvitað bara svona pínu finnst mér heimtufrekja í okkur að ganga lengra heldur en það, að vera komin á það langt undan okkur að það allt annað en að verða meistarar í vetur verði bara einhvers konar bara vondur árangur. Það eitthvað sem ég held að við eigum ekki að vera að missa okkur í, því þá verður þetta svo óbáslega leiðilegt það sem líður á maður. Við erum bara á fínum stað þarna, ég meina ef við endum þarna þá sláum við stútum við stigametin okkar bara í sögu félagsins, held ég ef við erum með 98 stig eftir 38 leiki, það eitthvað sem að Liverpool aldrei nálægt að ná og þá verðum við bara blossapildi framan í heiminn og vera glöð með það. Já, við gerum ekki alveg kannski væntingar á það alveg strax, en vonandi heldur þetta bara áfram eftir ormót. En Steini, klárum að seinni hálfleikinn, þessi mörk í leiknum, sem sá einhvers staðar Sala, hann kannski, ég reyndar að sókna Tríó sem búin að skora jafn mikið núna og eftir 13 umferðir í fyrra, en hann að skora í 7. skipti 1-0 markið, hann að skera úr þessa leiki ótrúlega oft. Já, það var það sem ég sagði ég held í þar síðasta podcasti, það ekki nóg með að hann sé að skora svona mikið af mörkum eins og hann skoraði á síðasta tímabilinu. Það var einn leikur sem hann skoraði 4 mörk, annars hann að dreifa þessu svo mikið á leiki. Það bara svo óbóðslega mikilvægt. Hann ekkert að skora þetta jafn mikið í bunkum eins frábær og Harry Kane að það rosalega mikið í honum þar sem að hann skorar 3 mörk, þrennu. Þannig hann að safna í hennan flotta árangur sinn. Sala að setja bara mark eins og var á síðasta tímabili bara nánast í hverjum einasta leik. 1 mark. Þetta alveg gríðarlega stórt dæmi og ég tala nú ekki eins og við vorum að tala áðan. Þegar varnarleikurinn orðinn þetta góður og menn eru farin að halda þetta oft hreinu, að þá þarf ekkert nema bara að hann seti sitt mark í leik til að bara draga þessi 3 stig í hús. Líka að hann opnar, þetta snýst líka bara að opna þess flóðgáttinu, þetta var alltaf aðeins afslappaður eftir fyrsta marki. Algjörlega, og við vitum alveg hvernig það og að þessu sögðu þá ég heldur ekki að vonast til að þetta verði bara allt 1-0 sigrar, en alveg eins og þú ert að koma inn á Einar að með opnunni þá virðast mér aðeins svona minnka stressi. Þú sérð alveg að það komin ákveðin pressa á lið, það ákveðin pressa að fylgja eftir góðu tímabili fyrra og það komin pressa að fylgja Man City eftir, því að þeir vinna hvern einasta leik þessa dagana. Þannig að maður sér það smá taugastrekkingur sérstaklega þegar að líður á leiki og það gengur illa skora. Þannig að það alveg gulls í gildi þegar menn ná að tróða turinn yfir línuna. Maggi, ég ekki alveg sammálaður að þetta veri góður leikur hjá Trent, mér fannst hann ströggla fyrsta klukkutíma til að koma eftir 70 mínútur og bara klára þetta. Ég meina, þeir það verið að tala Beckham samlíkingar í bæði Match of the Day og held ég man ekki hvað það var eitthvað staðar í Bandaríkjunni, þessu var allavega umræðinni eftir þetta mark, bara spynnu tækna hjá honum að Liverpool TV bara, þetta
ég menn, þetta tvítu í bakvörðun okkar sem verður bæði að skora hann á aukaspyrnu í annað skipti fyrir Liverpool og hann skoraði líka fyrir England í landsleikjarliðinu. Já. Ég sagði að þetta væri besti leikurinn hans lengi. Ég er alveg sammála því að mér fannst hann alveg sérstaklega í fyrra áleik og þá var hann í pínuströgglu alltaf en mér fannst það samt klárlega að vera að stíga upp og held að það einmitt þetta landsleikja dæmi hafi alveg hjálpað honum og svo þetta markmun pottið í daginn og aðeins fastar því mér er bara ég er búin að hafa áhyggjur af Trent eins og ég hef sagt í fyrri podcastum upp á síkastið þá finnst mér að hann vera kannski sá leikmaðurinn hjá okkur með Firmino sem að kannski helst þyrfti að fara að bæta sig og mér fannst hann hafði erfitt verkefni þannig í leiknum að berjast við vinstri vænginn þarna hjá þeim en mér fannst hann bara vera betri heldur en undanförnum leikjum þó ég er að sammála því að hann klárlega getur bætt sig enn aðeins, það er engin spurning og svo þetta það er bara dálítið ánægð með hversu kokki hann er að ýta Sala og Shaqiri bara frá og taka aukaspyrnu. Það var alveg bara gaman að sjá þér þetta er engin því að ég var pínu svektur þegar hann stóð yfir boltanum og Shaqiri labbaði bara í burtu. Já, ég held að allir hugsaði það bara anskotin. Já, nákvæmlega, en hann heldur betur, tróð gulrótinni og bara virkilega flott að vera að koma með þetta. Nákvæmlega. Steini Henderson fekk mér fannst þetta ekki vera gult í fyrra brotinu en það kannski, brotið á honum áður en aukaatriði þetta er kannski svolítið á við umræðin yfir þessu leikjum er ekki, Henderson vera aðeins að taka þessi Lukasen hlutverki núna vera nýtt Lukasen-mál umræðan var hann ekki full hysterísk þetta rauðarspjald. Já, ég meina mér fannst þetta alveg svo Maggi sagði á það bara, hann sýndi svona smá vilja, fór overboard á sjálfsögðu bara og svona reyndur gaur hefði átt að vita betur en ég er nú ekki, menn virðast bara vera alveg, akkurat eins og þú segir, Lúkasarmálið, þá er ég ekki að menna hundinn, heldur hitt. Eiginlega líka hundinn, sko. Já, eiginlega hundinn líka, sko. Þetta er eiginlega svona, já, þetta er svolítið magnað. Núna er það Henderson og búið að vera í svolítið tíma. Ég hef alveg tekið undir gagnrýni á Henderson. Mér finnst hann oft á tíðum, sérstaklega þegar hann er þarna aftastur á miðjunni, vera of mikið að horfa til hliðana því að hann er bara mjög góður sendingamaður en hann á ekki brota þessari gagnrýni skili sem er verið að drulla yfir hann með og síðan þegar menn byrja að tala þetta fyrirlega bullshit og þá segi bara case closed, þá þýðir ekkert að ræða meira því að menn vita ekkert það. Þetta er nákvæmlega eitt af gagnrýni að það er alltaf oft sem er svo annarkvort bara gjörsamlega svart eða alveg hvít, sko. Það er líka alltaf að gagnrýna Klopp þó maður sé ekki að tala um að vilja þetta reggan, sko. Já, og bara það er fullt sem hægt að gagnrýna Klopp og við höfum gert það reglulega. En annað sem við... Það er þetta rosalega erfitt að halda út í svona podcast þetta svona vikulega á þess að gera það. Já. En annað var þetta Sala áðan að því að við vorum að ræða það í podcasti fyrr í haust að hvort að Eden Hazard væri besti maður í heimi á þeim tímapunkti. Hann var búinn að spila bara mjög vel með Chelsea. Mohamed Salah er búinn að vera í lægð svona samkvæmt vitringunum og sérfræðingunum. Hann er næst markaðastur í deildinni að ég held. Jafn mörg og Hazard og ég held að þið séu eitthvað mjög svipari stoðsendingum. Þarna enn og aftur að því ég var að tala um gullfiskaminnið og hvernig við snúumst og ég er ekki að tala um aðra, ég er alveg á nákvæmlega sömu bylgjunni. Þetta er svo mikið nú sem að er að gerast hverju sinni og bara áliti breytist bara eitt fyrir á bingo. Mo Salah er núna, ég held að séu nokkrir jafnir með 7 mörk á eftir Aguero og Aubameyang ef mér skjátlast ekki. Þannig að þar er allur munurinn á besta leikmanni heims í þessum upphafi þessa tímabils og okkar manni sem var í lagð.
Maggi, besti leikmaður í heimi, ég vil spá lof á Virgil van Dijk og runni vörninni heildsinni, en ég meina það sem við erum að sjá hjá Virgil van Dijk, ég vil meina að þetta sé bara það besti í deildinni núna, skýt með þessa sóknarmenn allavega eins og eftir, við erum að tala um eftir 13 umferðir, við tókum Hazard eftir ykkur 6 eða eitthvað daginn, ég meina, er eitthvað betri heldur en Van Dijk núna? Nei, held ég ekki, bara ég held að fljóta að vera, ég meina, City náttúrulega, málið sem við getum alveg að skoða fullt af City leikmunum, vinnur okkar Sterling náttúrulega búin að vera geggja, David Silva frábær, en ég meina, Virgil van Dijk. Sann koma til henni, ég meina. Sann, já, en ég meina, klárlega er bara, þú veist, við erum náttúrulega komin með alveg nýja stöðu í þessu í fótboltanum með það, að við erum náttúrulega komin með geggjaða vörn sem að snýst náttúrulega fyrst og síðast hann, við vitum að allir það, við værum ekkert alveg á sama staðnum með allir virðingu fyrir því að Lovren og Gómez á stíðu upp, að þá værum við ekkert að horfa á nálagt þessu sama hjá okkur varðandi sko fótboltan eða stöðun okkar liði, ef við værum ekki búin að fá bara okkur jafn mörg á City og það auðvitað vitum við það að Virgil van Dijk er klárlega lykilmaðurinn í því og lætur aðra leikmenn bara líta vel út. Það er líka eitt í því Maggi, sko, Virgil van Dijk að bæta vörn Liverpool miklu meira síðan hann kom heldur en þessi sem að koma inn í Manchester City liðið hafa verið að gera aðalút af því að City vörnin var miklu betri, skilurðu? Já, sammála því og minna þú veist að því að það því við vorum að tala Henderson sem að ég er svo sammála en ekki alveg þeirra umræðu lengur sko, þetta er bara orðið kjánalegt finnst mér, en hinn umræðan sem er eitthvað með við erum fannir að rífast eitthvað Lovren eða Gómez eru betri, þeir eru bara báðir að standa sig ótrúlega vel með Van Dijk við hliðina á sér og ég held að það segir bara mjög mikið líkum bara hans leitu og hæfileika og bara það hvernig þetta allt er, þetta eru bæði Lovren og Gómez eru landsliðsmenn í háum gæðaklassa, bara leikmenn sem eru bara, ég meina Gómez orðinn bara drullu góður og Lovren náttúrulega algjörlega búin að sanna það og sína að hann er góður fótboltamaður. Horfðu líka á þetta Maggi í ljósi þegar hver hefur verið þriðji miðvörður undanfarin ár? Já, hún er að Lovren Gómez. Já, algjörlega sammála. Að þú veist að þá er það bara það líka að góðir leikmenn bara gera aðra í kringu sig betri og Van Dijk er algjörlega svo típan að það bara núna, þú veist, maður var eitthvað svona píldi strekkstur að Lovren var að koma tilbaka og reyðja Gómez út úr liðinu með virðingu fyrir Gómez og þá bara meðan Van Dijk er þarna einhvern veginn að þá heldur þeim á tánum og þeir bæði Lovren og Gómez matcha hann flott upp, þannig að við erum bara ótrúlega vel settir þarna með þessa hafsend okkar þarna þrjá, það er bara algjörlega frábært og Robertson og Trent hafa náð að standa sér vel þar og annars sem ég varst líka í þessum leikar það, mér varst miðjan verjast bara býsna vel sem að er líka ákveðin leið með það að vera með sterkan hafsend og bakvið, þá þarf ekki alveg að vera að sópa upp eins mikið að svæði, þannig að mér finnst þetta bara varnarleikurinn okkar vera klárlega sá sem er bara frábær og sóknarleikur vinnur leiki og byggakeppnir en varnarleikur vinna deildarkeppnir og það er auðvitað bara hann sem er kannski jákvæðast í þess að það, við erum búin að fá okkur jafn mörg og Manchester City og það er kannski það leiðir það að við höfum styrt varnarleikin okkar klárlega mest í deildinni en kannski Manchester City næstmest þeir eru alltaf konum með frábæra vörn fyrir aftan þess að gegn sók sína en klárlega Van Dijk hlýtur að vera ef við tökum okkar lið svo besti og kannski hægt að skoða einhverja manns að setja ykkur en hann er alveg klárlega kandidat til leikmann ársins eftir þess að við þetta lengi, það er ekki spurning. Steini, þessi ég er svolítið í þessu umræðinu besta leikmann getur verið kannski víðar en ég meina mér finnst hann ofta eiginlega og kannski varða mig bara yfir höfuð, mér finnst hann ofta ekki að vera með allavega hingað til búin að vera með í umræðinu, það er að breytast náttúrulega hjá stuðningsmönnum Liverpool en þú veist þetta hlýtur að bara verða almennara bara núna í sko allri umræðu mennska boltan, ég meina ég sá okkur tölfræði fyrir bara síðan hann kom, það er 27 leikir sem hann er búin að spila í deildinni og sko við erum búin að fá okkur 15 mörk og þá voru 30 mörk áður en að koma í 27 leikjum áður, ég meina auðvitað er hann ekki einn faktorinn en þú veist þetta segir en það sem þarf við ekki þessa óbáslega bætingu. Alveg klárlega og bara jú, hann er komið með mann fyrir aftan sig líka sem er alls ekki að gera hlutinu verri, þeir eru að hjálpa mikið til en ég held þetta sé ekkit bara lengur bundi við okkur stuðningsmenn Liverpool, ég held að menn séu bara þessi 75 milljón punda verðmiði á Virgil van Dijk, hann er dýrasti varnarmaður í heimi, þú heyrir ekki minnst á það, ekki hjá Man United stuðningsmennum, ekki hjá Everton stuðningsmennum, ekki hjá nein, menn tala bara flott kaup og það er bara, ég held að séu bara allir sammála hann sé einn allra besti varnarmaður í heiminum ef ekki sá besti, þannig að
þetta var, við röfluðum það í ár að fá hann og við fengum hann loksins og þvílíkur liðsauki í einum manni og hverju hann breytir, akkurat eins og Maggi að segja bara, það hversu oft höfum við séð Lovren í vandræðum, við höfum líka oft séð Gómez í vandræðum og það búið að vera rótera fullt af hlutum í vörninni kringum hann, en hann miðjustykki þarna og hann kletturinn þarna og hann bara gerir aðra betri, það bara þannig. Að líka, sko, bættu varnarleikur klárlega hjálpar Steini, en þú veist að tala manni fyrir aftan, en ég sá líka einhvers staðar að hann, Alisson búin að verja ykkur 33 af 35 skotum sem hann fengið á sig svona, eins og fekk í þessum leik núna daginn, kannski ekki allt svona clear cut, en ég meina hann búin að verja 95% af þessum skotum í stöðunni 0-0 eða einu marki yfir, þú veist, það sem allavega hefur áhrif, þú veist, það hann Hversu oft varst þú búin að fróðufella í upptökum hjá okkur yfir því að við fengum á okkur eina sókn og það var mark. Við vörðum markverðirnir unnurinn engin stig fyrir okkur. Alisson búin að snúa þessari tölfræði bara bókstaflega, bara svona expected goals, það er ótrúlegur viðsnúningur síðan Van Dijk kom og núna klárlega með Alisson. Algjörlega, þetta skiptir sköpum. Má ég ekki vera svo leiðileg að segja, ég sagði ykkur þetta, vegna þess að þú veist það sem allir virðingu fyrir Karius og minnulega umræðinni, það var hún svo galinn, vegna þess að þar vorum við að tala bara 2 landsliðsmarkmenn, 2 góða markmenn eða bara einhverja svona, bara góða markmenn, þetta eru báðir til góði markmenn, en munurinn að vera með heimsklassa markmann þessi og það bara líka vegna þess að þú veist hann gerir svo lítið úr því hvernig hann ver hlutina, hann svo stór og mikill og hann er svo með svo mikla sprengju við þetta stóran mann, þessi vasklana sig fyrir áleik mundu bara ekkert allir taka og hvað þá að láta hann líti út bara svona eins og eitthvað rútín vaskla, þetta að stuttufæri hörku nagla sem hann tekur og þetta bara það sem munurinn á góðu markmanni og heimsklassa markmanni, það bara þetta sem þetta og þú veist, auðvitað við með leiðindin að vera með þetta helviti sittilið svona á þessum gír en ef við lítum í gegnum það við myndum kannski ennþá vilja fá öflur í miðju en við erum með heimsklassa markmann, við erum klárlega með einn af 3-4 bestu hafsendum í heimi, við erum með sóknarmenn og sóknarmann í Sala klárlega komin í held ég top 3 í heiminum Gómez og Trent eru líka bara með þeim efnilegir í sínum stöðum í heiminum ég ekki lengur bara að tala um ykkur efnilegur Nei, ég veit það Alisson bara mínu viti bara í top 3 í heiminum í markinu, við erum að tala um Van Dijk í top 3-4 hafsendum í heiminum og Sala í top 3 sem frammeri í heiminum þetta bara breyting og þetta allt leikmenn sem Klopp og hans fólk búið að kaupa og þetta auðvitað það sem við höfum kannski verið að arga á með allri virðingu fyrir alls konar, þú veist, efnilegu mönnum og sem að Rodgers var að klippa inn og eitthvað sem við jafnvel undan sem við vorum að gera eitthvað vonur það bara búið að kosta Sala var alltaf bara gjöf en eins og Steini var að tala um áðan enginn að tala um penningin og Van Dijk, enginn að tala um penningin og Alisson, þetta bara heimsklassi og það bara akkurat það sem við vildum sjá og alveg eins í janúar núna eða næsta sumar, eða að kaupa eitthvað leikmann þá erum við bara núna, 60 milljónir pluss og heimsklassa miðjumann, það bara standardin sem við komum núna í gegnum liðið sem bara hvað var komin tíma á það í rauninni, að vera bara ekki alltaf að reyna að finna næsta þennan inn, heldur bara að kaupa tilbúin gæði, það bara frábær breyting Flott segvi. Þetta rauninni samt ekki 12 sjómæki, það voru allir sammála um þetta. Ég er alveg sammála Steina þar, ég hef gefið þér enga með 12 sjóma markmann. Við erum búin að tala um Oblak í meira en ár, 1,5 ár. En við vitum það umræðan að fram að meistaradeildarleik og fullt af mönnum sem vildu bara halda Karius og bara finna einhvern varamarkmann, bara glæta hann. Ekki kannski við, en það var að meina umræðan almennt sko. Það var fullt af fólki fyrir úrslitaleikin í meistaradeildinni sem fannst Karius bara búin að vera fínn og hann ætti bara að fá að halda áfram og sem ég var algjörlega ósammála alltaf. Ég var búin að vera fínn, mín punktu var alltaf að losna við minnilega til að byrja með sko, svona eftir úrslitaleikin það bara gessanlega bókstaflega kastaði því frá sér öllu því tækifæri, en auðvitað vildi allir heimsklassa markmann og við svo sem höfum tekið það umræðu lengi, en talandi um þessa heimsklassa, ég ætla aðeins að halda áfram, þetta var flott segva hjá Magga sem Steini eiginlega klúðraði með að koma með einhvern aukapunkt, en Steini, Sadio Mane skrifaði undir 5 ára samning í landsleikjapásunni sem alltaf geggjaða fréttir og ég bara, pælingin bara, manstu eftir Liverpool í sterkari stöðu, hvað bara samningsmál varðar,
þá ég raunin ekki bara að tala að þeir eru með alla okkar lykilmenn á mjög löngum samningum, heldur sko líka kannski meiri trú að því að halda þeim út af því að þetta Klopp talaði um þetta vera að fagna þessu að Liverpool væri bara orðin endastöðin sem verið alltaf verið markmiðið hjá allavega FSG. Já, og það bara, ég held að þetta sé það svona tákn fyrir utan kannski svona bara ákvarðanir hjá stórum aðilum eins og við erum búin að tala þessi stóru kaup okkar, að þeir vilji koma til Liverpool á svona hátindi, rétt fyrir hátind ferilsins eða svona bestu árana, að það akkurat þetta, menn eru bara tilbúnir að skrifa undir langtímasamninga og öfugt við til dæmis þegar að Suárez skrifaði undir samningin. Ég held að það sé mjög fáir sem að trúðu því að Suárez yrði mörg ár þrátt fyrir þennan samning út af því að bara hann hafði ekkert farið leynt með það að Barcelona var final destination og sama í rauninni með Coutinho. Þetta var bara spurning hversu lengi við heldum hann. Núna finnst mér vera miklu meiri sannfæring á bakvið þessa langtíma samninga. Það vantar reyndar ekki að Coutinho, hann var alltaf talandi hvað það væri alltaf mann æðislegt til Liverpool, alltaf verið hann og jari. Já, en hann hefur alltaf verið að gæla við Barcelona í viðtölum öðru slíkum. Þannig að reyndar má segja að á einhverjum tímapunkti var Mane, skilst mér einhvern tímann að tala um annars spænska risan, en við erum samt komið með lið á þann stað að þessir aðilar eru tilbúnir að og maður trúir því tilbúnir til að eyða svona bestu árum ferilsins hjá Liverpool. Þarna er heimsklassa stjóri og þarna sjá menn að það hefur verið að byggja upp heimsklassa kjarna alveg sem Maggi var að fara yfir. Við erum komni með algjöra heimsklassa menn á svo marga staði í liðinu. Við erum með Alisson, Van Dijk, Salah, Mane, Firmino og svo náttúrulega alla Keita og Fabinho auðvitað og núna Henderson, Shaqiri, þetta allt leikmenn sem við erum með á 4,5 ári eða meira. Það náttúrulega rosalega. Algjörlega, og þetta rosalegt stabilitet fyrir framkvæmdastjóran að vinna úr, að þurfa ekkert að vera að pæla í þessu, þurfa ekki að vera að pæla í því hvort ykkur sé að renna út á samning hérna næsta sumar eða eftir ár og ykkur svoleiðis vesen. Þannig að núna getur hann bara einbeitt sér að því að halda áfram að bæta þessa leikmenn sem hann er með fyrir og hvar ætlar hann að bæta við til að gera þetta lið enn betra. Hann hlýtur að vera alveg bara draumastöðu. Maggi, heldur að Liverpool hafi ekki lært, FSG þá sérstaklega, heldur hafi lært á Sterling-málinu. Við erum að sjá til dæmis, ég held að Óli Haukur kom inn á Twitter, ég held að Trent Alexander-Arnold sem að nota bene sagðist vilja vera hjá Liverpool bara allan ferilinn. Ég held að hann var að tala um að þetta væri ykkur 50 eða 70 launahækkunum sem hann er að fá núna á 2 árum. Ætla það sé ekki ykkur lærdómur sem við draugum þar eða kannski var hann bara sérstætt case og greedy. Ég held að því ég var nú lengi vel svo sem var ekki viss FSG og ég fer ekki dóna því að þeir eru most improved player hjá okkar klubbi eftir Suárez á ævintýrið og Rodgers-ráðninguna. Ég held að það hefur bara algjörlega átt að sjá því þarna eftir leiknum þegar við vorum nærri því meistarar, sáu fjörið sem var í gangi hjá Liverpool og hvernig hlutirnir allir voru, að þá held ég að þegar að svo þetta algjörlega nefið með Rodgers árið eftir og voru bara að kaupa þarna 6-7 leikmenn fyrir einn tekka sem við fengum á Barcelona, þá bara slóðu þeir í klárin og ég held að þeir hafi, meina Coutinho-málið er bara allt annars eðlis heldur en Suárez-málið, þannig ég held að það sé algjörlega á hreinu að það er bara alveg hreint og klárt að þeir hafa alveg lært af þessu ævintýri öllu og munu bara vera Steini. Já, ég er hérna. Það er ekki út eða? Já, hann dóð þinn út. Hvað segir? Hann er ennþá inn í spjallinu. Þetta var alltaf góður róli hjá okkur. Já. Stoppum tíman eitthvað. Er hann ekkert að svara?
Það er gaf það að tala. Já, þá fór hann út þarna á skjálunu. Skal við sjá. Ekki minn. Íger er ekki panik, Skrítið hvernig það gerist það, sko. Já, bara allt í einu bara. Það miðri setningu. Það helvítis Manchester-tíma. Þeir skora á 89. Já, nei, uppbótartíma. Já, fella inn í. Og kannski heldur hann einhverju starfi. Þeir hafa samt verið að taka fullt af svona karakter úrslitum undanfari. Maður er alltaf svona smá smeykur við að þeir sé að fara þetta eitthvað í gang, sko. Og bara... Þetta jafntefli á móti Pallas var alveg ógeðslega skemmtileg úrslitum helgina, sko. Já, bara njóta helvíti að Pallas skyldi ekki klára þetta. Herru, vá, áttu þeir að gera maður. Þetta búið að sjá highlights úr leiknum. Já, já. Vá, það var alveg söttalega þetta, sko. Já, djöfullin þetta. Veit ekkert, það er ekki nýtt. Hann hefur bara mist netsamband. Já, ég meina, og er ekki alltaf bara skýtlegt að koma aftur inn í spjallið, eða? Jú, ég hef lent í vandræðan bara með netið, þá ég þurfti að endur þessa rátarinn og farið síðan inn í spjallið aftur. Sjá hvað það segir. Ég hef reyndað dottið út úr Hangouts áður, sko. Þetta helvítis Hangouts er ekkert rosalega stabílt, sko. Nei, pirrandi að þessi fyrir að gera, sko. Þetta var búið að... Já. Það kemur bara villa og bara búið. Ég hef gerst fyrir mig. Ætla þurfa að fara aftur alveg út þá, eða? Ha? Ætla þurfa þá að endur þess að eitthvað svoleiðis? Mér minna að ég hafa bara gert það eitthvað, stundum hef ég þurft að endur þessa tölvuna, sko. Það er að meina það, sko? Nei, hérna, slökku alveg á forritinu á símanum, ég er aldrei í Hangouts í tölvunni. Nei. Er hann að gera þetta í gegnum tölvuna? Ég held að það sé alltaf í gegnum tölvu, sko, en það er alltaf gott, sko, það er alltaf gott sambandi við þig. Þegar þú dettur út þá er það ekki búin að vera að lagga eitthvað svoleiðis, sko. Hljóðið er alltaf fínt, sko. Já, það bara slekkur á sér bara forritið. Bara... Já. Hvar var hann aftur? Það var að tala ungu strákana, já. Já, var að tala eitthvað Sterling. Þetta var öðruvísi með Coutinho. Maður er alltaf að klippa þetta helviti þegar svona gerir, sko. Ég er að reyna, ekki segja endur þessa bara. Herri, já, ég bókaði íbúðuna bara hana. Já, hérna, Klappastíginn. Bókaði 4. janúar til þá helgi og 5. janúar þá helgi. 4. janúar og 5. janúar? Nei, 4. og hérna 11. Ok. Já, var þetta ekki orðið nokkuð klárt þarna 11?
Jú, ég er bara búið að staðfesta hann tíma. Menn verða bara mæta. Síðan þurfum við bara að ákveða hvað við ætlum að gera. Það er ekki bara einhvers út að geta og Nú. á ég hérna búið til pubquiz, við erum með pubquiz í íbúðinni á hópinn. Það var ekki galið, sko. Það er ekki ágættis uppbytun. Jú, hvað verðum við margir í heildina? Það veit ég ekki, við erum Danni, Maggi, Steini, Óli, Eyþór og Hannes. Erum við ekki 6? 7, 8 með þér. 8 með þér, eða ekki? 8 með Óla, eða ekki? Þess að hann er ólíklegur. Maggi, Ég, 4. Já, 4. Eyþór. Hannes, 6. 7, Óli, 8. Við vorum held ég 9 með Eiríki og 10 með Kristjáni. Okay. En hvað er hann Magnús? Var hann ekki komið svo flottan síma? Getur hann ekki farið að taka til símanum þetta helviti? Ég bara veit það ekki. Er hann ennþá bara með Microsoft, Nokia? Ég held það, sko. Ég þó ekki alveg þess. Það er að prófa að bjalla á hann. Ja, hann er að endur þessu sann. Já, ok. Það lítur að duga. Það duga hann alltaf. Maður hringir í þjónustuverið og ertu búin að endur þessa tölvuna? Nei, það er ástæðan fyrir ég hringdi í þig. Ég nefndi ekki endur þessa tölvuna. Hann er að endur þessa fyrir mig. Það er alltaf að loka einhverju 28 gluggum og seifa á eitthvað svona vesen. Það verður rosa stemming ef Manchester fyrir þessum leik á móti Young Boys. Já. Bara hálfu völlurinn. Hann kostir við þessa MacBook tölvu hérna, hún er helviti fljóta endur þessi. Við Dell-lungin hefa með. Já, mín er nú bara tiltölulega fljót. Já, ég þurfti að endur þessa, það var þetta oft bara 10 mínútna prósess, sko. Opna gluggar. Að nýta tíman, gera næsta bjór tilbúin. Við erum á bekknum. Það eru ekki að koma eitthvað aðeins inn á jólagull á eftir. Út til eitthvað norðarleik með það. Það er ekki, bara... Ég spyrði bara, ég kem í PSG. Það er stórleikur morgun, ertu ekki búin að fylla í skápinn af? Fylla í skápinn? Ertu ekki búin að fylla hellina gulli? Segja eitthvað fyrir þess? Þú kemur með jólagull? Já, klárt. Jöfull erum við góðir í svona auglýsingaverku. Já, leyndum og ljósum. Já, það verður ekkert helviti léttur, mér finnst það ekki þurfa. Ég ætla einmitt að koma inn á það. Það er ótrúlega skemmtilegt að skoða tölfræðin yfir Alisson yfir hérna allt svo sem varnarlega en sko við erum að fá á okkur núna færri mörk heldur en við ættum að vera að gera, þannig að expected goals líkanið. Og það hefur aldrei gerst bara frá því að hafa byrjað að telja það.
Nei, þú veist, í 5. hverjum leika eitthvað svoleiðis núna, í staðan fyrir við vorum alltaf að fá okkur meira heldur en, þetta er svo ógeðslega mikill munur á mörkum fengið á okkur, og það er eiginlega bara að fyndið, sko. Já, þetta er alveg bara súrrealist, sko. Hvað er hann að endur þess að bara, er hann niður í RB eða? Er það bara gagnaverið eða? Á síðunum sem eða? Hann er ekki langt síðan að koma netsamband í Breiðholtið, sko. Nei, ég held að hann væri eitthvað staðar annars staðar. Af því að ég held að það var ekki komin þetta. Þetta var þetta allir í Liverpool, Steini, var búið að fá á sig 18 mörk eftir 13 umferðir síðast. Og 5 núna. Já. Og munar 13 mörkum. Þetta er ekki smá bæting. Það er bara kjánalega mikið, sko. Þetta er ekki, 5 mörk er ekki alveg raunhæft, held ég að svona raunhæft sustainable, sem maður segir. Og við erum búin að skora einu fleiri. Já, og bara eins og ég var að koma inn á áðan, bara þetta umtal lagðina hjá Sala. Hann er búin að vera allan tíman bara í svipuðu dæmi og hann var á síðasta tímabili. Já, það er ótrúlega fyndið að hann er í rauninni ekki, ef maður svona smá smeykuð að hann satt stíi upp, skilur, eins og að gerði fyrra, sko. Já, ég meina, þó að stíi bara helming á við það, þá er það samt að eiga frábært tímabil, sko. Hann er komið 7 mörk í deildinni, sko. Það líka sem að reyndar átti miklu leyti við fyrra, en á þessu tímabili þá hefur Liverpool ekki átt neitt gefins leik, skilur. Red Star mögulega heimaleikur, en svo töpuð útileiknum sem sýnir kannski hvað þeir eru sko, en erum ekki ennþá spilað á neðrildalið, ekki 1, sko. Sala hefur ekki spilað 1 neðrildalið ennþá fyrir Liverpool. Þetta er, og í rauninni, sko, bara við erum að, þetta eru oft á tíðum svona rock solid framistuð, bara engar flugeldasýningar, en bara eftir leiki, sérstaklega, sko, eftir leikina þegar maður fer að skoða, sérstaklega þessar 2 leiki sem ég hef farið á þessu tímabili, bæði Brighton og Fulham. Ef þú skoðar highlightsin úr þessum leikjum, þá er Liverpool bara fullt af góðum færum. Miklu meiri heldur en manni fannst þegar maður horfði á leikinn. Já, og miklu fleiri en hin liðin sem áttu eitthvað skilið. Miklu fleiri, sko. Ég er enda djöfull þar í feginum helginni, ég var svo ánægður með sigur maður, ég voru vel stressaður að leiða á leikinn, sko. Já, auðvitað maður er stressar, Kate satt við hliðina mér og hún bara, ok, þetta er 0-0. Herru, var þetta ekki flott hjá henni hérna? Jú. Þeir eru ekki við útsendingu. Jú. Takk fyrir að býða ykkur þar. Við vorum að tala um Kate í útsendingunni. Þetta var eitthvað skytið. Þú bara dast út í miðri setningu bara alveg. Ég heyrði bara eins og var að hringi í mig, svo ætli bara dottin út og bara komst ekki til að hanga átt. Ég veit ekki hvað þetta var. Aldrei lendi þessu. Þetta hefur gerst hjá mér. Já. Manstu hvað þú varst, Beggi? Ekki séns, ég er að lesa það í hérna. Þetta var í Sterling, hérna. Þú varst að tala um Coutinho var ekki eins og Suárez. Já. Og við vorum að ræða Firmino verði ekki heldur. Og við erum að ræða helvítis bullshitið í honum Ólafhauki, sko. Ég nefndi ekki að svara þeirri víðóttu vitleysu. Hvað var það? Sástu Twitter þráðinn? Hverjum? Ég er að meina hann. Ég las svona fyrstu 6 og fekk ég bara 40 kommenti ekki, ég nefndi ekki lista. Ég var bara þráðurinn minn eða tímalínan. Maggi Bilsli var alveg bara orðin fróðuföllandi út í hann, sko. Já, hann var eitthvað þusa að við höfum að Liverpool hefði algjörlega klúðrað málunum gagnvart Sterling að hafa ekki verið búin að gefa henni samning miklu fyrir og daddarraddarra. Í alvörinni. Ertu cirka með þetta hvað þú varst? Veitu? Erum við
Ég þarf að klippa þetta eitthvað til, sko, en... Já, ég man þetta, ég ætla ekki það, ég var ekki alveg komin í þetta. Það vorum ekki í þessu búti, vorum hérna fyrir ofan, sko, ennþá. Vorum við ennþá fyrir ofan? Ég held það, sko, að hérna... Þú varst að ræða Sterling. Hvort þú hefði lagt af hérna Sterling sem að fara að semja við Sungustráka. Já, einmitt. Já, ég var að svissa í það. Á ég spurja þið bara aftur á þessu spurningu? Sko, já, það ekki var alltaf. Ég get svo kannski... Ég skal bara tala stittur hana. Kannski... Hvernig orðaði þetta? Já, ég kem hérna aftur, já. Ok. 1, 2 og... Já, en Maggi, nákvæmlega, við tökum, var þetta eins og, var þetta samningar fyrir, það ekki bara þessi bestu sem við erum að tala líka, sko, en eins og félag hafi lært svolítið af þessum yngri leikmönnum. Það spurning hvort að eins og félag hafi lært eitthvað af Sterling hérna, fíaskón, eða hvað við viljum kalla það, ég meina, við fengum toppverð fyrir hann, en það klikkaði samningsgerð við hann, en núna erum við til dæmis að sjá Trent Alexander-Arnold, ég held að eins og Óli Haukur kom inn á Twitter hjá mér í vikunni að við erum að semja við hann, sko, hann að fá 50 eða 70 skipti einhverja launahækkun eða nýjan samning á okkur 2 árum, sko, sem sýnir kannski bara, þetta er ekkert nema árangursbónusar, sko, heldur það sé einhver arfleið að ég hef lært af Sterling? Ég held að náttúrulega sem að FSG hefði lært ýmislegt og ég held að Sterling-málið, svo sem annars við erum alveg segja Sterling-málið kannski við hefum lært eitthvað af því, við vorum svo búin að gera stóran samning við hann, rétt áður en hann fór og höfum ekki vitað að setja háa klásul í það, en ég held aftur á móti að munurinn kannski á þessu hjá Sterling og það sem við erum að sjá núna bara alveg það að við erum bara á allt önnum stað sem lið. Ég var að hlusta á það þarna í þessum BT Sport þætti þarna sem var að tala Sterling og þeir sögðu að það verður allar að viðurkenna það að Sterling valdi rétt með að fara frá Liverpool og kannski ekki verðum við bara sætt okkur við það að það sé einhver sannleikskorti því hann er búin að vera meistari þarna tvisvar og orðinn lykilmaður í þessu geggjaða City-liði en ég held að fyrir Gómez og Trent Alexander-Arnold þá hafði ekkert hvarflað að þeim að vera að fara frá Liverpool. Síðasti leikur Raheem Sterling var 6-1 tap á móti Stoke City, þannig að ára félagsins er náttúrulega orðin allt önnur, þannig að ég held að annars vegar það að þeir breyttu þarna brag og þeir selja Suárez og kaupa einhverja 7 leikmenn og við erum bara að fara að tala lykilmenn áfram í kaupum, að kaupa stóra leikmenn inn í það, þá held ég ungir leikmenn sé bara ótrúlega spenntir fyrir því að vera hluti af Liverpool-liðinu sem var kannski ekki alveg orðið sannfært og klárt á akkurat þessum tímapunkti eftir að við fórum eftir að Suárez fór frá Liverpool það voru allir og meira þess að við farnar að hugsa það að Suárez hafi kannski verið sá sem var ástæða þess að Liverpool var nálægt í að vera meistari og liðið sjálft væri kannski alls ekki sterkt og spennandi kosti fyrir unga leikmenn þannig að þeir hafa lært af því ég svo það líka alveg pottþétt lært af því að vera bara fljótir að verðlauna leikmenn með góðum samningum og auðvitað kannski má segja að þeir hafa verið kannski pínu brattir, þeir settu líka Ben Woodburn og svakalega samning í rauninni með hans framistöðu í sumar og lánhöfandi Sheffield United og hann hefur alltaf spilað mínútur þar þannig að þeir eru kannski pínlítið að gamla með unga leikmennin líka og kannski bara þetta bara lærdómur kannski vera að sá að þeir eru bara farin að gamla svolítið og taka þátt í stóra leiknum eða leiknum hjá stórustrákunum. Er ég dottin út eða Einar eða? Sennilega Einar, nú ég ekki dottin út. Heyrðu þú mér Steini? Ég heyri þér, já. Þú er hann dottið út, sko. Það er eitthvað brasa Google bara. Nei, hann er á mute. Ég setti mig bara á mute, sko. Ég var samt í skjalinu, sko. Já, ok. Ég ætli ég verið dottin út aftur. Ég bara ég skil ekki hvað ég hef gert. Þetta verður klippir í þér. Ég var að spyrja eitthvað stór hérna, skemmtilegu. Það ekki Michael Edwards. Punkturinn þinn ég kom með eitthvað annað, skiptir ekki máli. Punkturinn stendur Steini í kendi þín. Og það eru nákvæmlega Östuð Steini á þessum nótum hérna, þetta er náttúrulega Michael Edwards, hann er arkitektur á baku flesta þessum samningum eða svona og hans teimi
Það kom fréttir í vikunni að hann hefði sett klásul í Coutinho samningin sem að, ég menn, þetta ekki bara með þessu fé sem við fengum fyrir Coutinho, þetta ekki bara dýll áratugur en sjá Liverpool? Ég held að þetta bara sýnir bara að Liverpool voru með öll tromp í sinni hendi og gátu rauninni sett upp hennar samninga vild og ég held að hann fá ekki alveg nógu mikið kredit hann Michael Edwards. Við horfum bara á hvernig hann búinn að vera að klára þessa díla, bæði inn og út díla. Síðan að hann kom, þetta maður með fótbolta, svona, hann þekkir fótboltan, hann ekki bara business kall og ég bara með við hvernig til dæmis bara nágrannur okkar í Man United hugsa þennan, ég held að hann heitir Woodward, og hvernig hann að standa sig í þessum hlutum versus okkar maður að þetta alveg ómetanlegt að vera með mann sem að gengur svona hreint til verks og að rauninni bara í báðar áttir að gera frábæra hluti og þetta skiptir alveg ótrúlegu máli fyrir félögin að það sé góður maður í þessu og þó að sé margoft talað þetta ekkert bara einn maður sem kemur að þessum hlutum og sjaldnast ykkur svona chief executive sem að sér þetta en það lögfræði teymi á baku þessa díla en það samt ykkur haus sem að ræður þessu. Steini, ef Barcelona vill kaupa leikmann Liverpool núna til 2020 þá þurfa að borga 100 milljónir evra ofan á kaupverði. Ég meina, hefur heyrt svona díl, við erum bara að losna við Barcelona, þetta sýnir kannski líka eða ekki smá gremjuna út í, þeir eru komnir með aðeins nóg af Barcelona í bili, þeir hafa verið helvíti, svifið svolítið einskís í eftirför eftir þessum leikmönnum okkar áður þeir kaupa þá. Ég held að við menn hafa verið bara komnir með Barcelona smá skrústykki þarna, þeir þurftu eitthvað að gera og þeir voru búin að vera rugla í haustum á Coutinho og menn náttúrulega búin að fá nóg af bara þessum leik þeirra, hvernig þeir og reyndar Real Madrid gera þetta líka í sínum svona, þeir ná í sína menn en bara þetta svona bara, ég hef aldrei heyrt neitt þessu líkt áður þannig að mér finnst það bara alveg stórbrot, ég bara verulega well played hjá Michael Edwards. Já, þetta náttúrulega líka einn angur af því og við sáum það bæði með Sterling áttalega svolítið eftir að samningi þegar seldum hann og Coutinho og Suárez að þetta náttúrulega setur okkur í svo sterkar stöðu þegar við telja leikmenn sem við viljum ekkert endilega og þurfum ekki að hjálpa. Nei, og alveg eins og Maggi sagði með Sterling að klúbburum var ekkert á sama stað þá. Ég er nokkuð viss það að ef að Liverpool hefði náð að landa þessum titli þarna það sem við vorum að berjast við City titilinn nánast fram á loka sentimetrana ef við hefum landað þessum titli þá ég bara nokkuð viss að Sterling hefði ekki farið raskat hann hefði skrifað undir nýja samning þannig að þetta snýst líka hvar liðin eru stödd hverju sinni. Nákvæmlega, förum að snúa okkur aðeins að leiknum annað kvöld og kannski pælingum í kringum það. Ég var að spá það rosalegt leikjaprógram framundan. Við sáum á síðasta tímabili alveg eins leikjaprógram og þar var Klopp notaði hópinn og hann notaði fullt af leikmönnum sem mann kannski fussaði svolítið fyrir þegar maður svo byrjunlið og svoleiðis og við getum alveg búið okkur undir það nú næstu vikum. Aðeins pæling út á þessu, heldur að sé erfiðara að koma inn í byrjunlið hjá Klopp heldur að var til dæmis hjá Benítez og Houllier, fyrir svona skvatleikmenn. Mér finnst, kannski er að ranka, mér finnst ekki sjá oft leikmenn koma inn og byrja alveg að fullu gasi bara frá fyrstu mínútu, sérstaklega ekki á miðjunni. Mér finnst, já ég sammála því, en ég held aftur á móti að það verður náttúrulega bara rosa gaman að sjá hvað verður núna í næstu 8 leikir í desember sem eru margir hverjir ansi erfiðir. Við erum að fara í alveg þétta erfiða útileiki þarna Burnley, reyndar sem hafa verið að ströggla Bournemouth, Úlfana í ofanálag við hörkuleiki við Arsenal, United og Everton á heimavelli. Þetta eru hörkuleikir framundan og bara mjög stíft prógram hjá okkur í þessum mánuði og það sem mér hefur kannski fundist það að mér finnst Klopp vera komin í svona 16 til 18 leikmanna hóp sem hann spilar svolítið úr. Hann ekki að fara mikið út fyrir það og mér hefur bara fundist að virka ágætlega. Hann var nú svona fyrsta ári var hann dálítið að spila alls konar mönnum og ekki alveg að marka og bikarkeppnin til dæmis með okkar þann góða tölvuleikjaspilara Jose Enrique sem fyrirliða
Þannig að fyrsta ári var kannski ekki alveg að marka, það var bara verið svona aðeins að fikta sér til í gegnum leikmannhópinn sem var þar. Á árið 2 þá var hann svona, mínu viti, með svona 12-14, núna hann komin í svona 16-18. Við getum séð það að leikmennir sem eru vanalega í hóp hjá Liverpool 18 manna hóp eru einhverjir sem hann gæti alveg verið að nota, þó að sumir þeirra, það langt í Matip, það Klein virðist vera horfinn, það svona miðjan, núna þeir allir vera heilir, það verður allir gaman að sjá hvort að Fabinho dettur aftur svona onni í skuggan og eins hvort að Sturridge svolítið að fara fastar á bekkinn heldur en innir, þannig að squad rotationin núna næsta mánuðin held ég að verði þessi 16-18 leikmanna hópur sem að svolítið orðin hans, og ég held að fyrir utan þá 16-18 leikmenn þá eigi ekkert aðrir en einn breyk. Ég held að, eins og sagði, Klein, Moreno, þeir kannski fá einn hálfleik eða eitthvað leiku við í einhverju leikjum sem að skipta ekki öllu máli, eða eru einhverjum þeim staðnum að kannski bara rétt til þess að hvíla ef einhver algjörlega komin upp að hnjám í þreytu. Þeir svoleiðis leikmenn sem eru utan við á Klopp, þeir eru ekkert að fá mikið breyk og eru náttúrulega farnir að spila bara með 23 ára liðin einhverjir þeirra, sko. Þannig að ég held að 16-18 leikmanna hópur verður óttur en aðrir eiga bara ekki breyk, held ég, út tímabili bara. Nákvæmlega, Steini, það er hörkuleikur annað kvöld, bara fyrsta lagi og mikilvægast er ekki búin að fylla hellina gulli? Hellinu, það flæðir gullið út úr hellinum. Þetta er reyndar... Ég hef alveg komið þetta bara að taka þetta út hjá þér, sko, það er nokkuð ljóst. Já, við erum dottir í jólagull, sko. Og það er sko ekki engin léttavara á ferð. Þetta er sko þyngd sinna virði. Friðjón og okkar menn að standa sig í ég ekki? Jó, alveg bara klárlega, ekki spurning, sko. Ákvæmlega jólagull, þetta er allt komið búður, ég myndi fylla alla hella þessu, það er ekki spurning. Steini, förum við ekki sæmilega, er ekki að horfa á það þannig, þetta er náttúrulega risa leikur og vissulega gaman að fá svona leiki strax í rillakeppni og maður sé náttúrulega drullu stressaði fyrir það, en getur ekki Liverpool farið sæmilega pressurust inn í þennan útileika móti París, það er kannski ekki búist við neitt of miklu af okkur í þessu leika, mér finnst umræðan svolítið vera þannig. Ég reyndar skil þá umræðu ekki alveg, mér finnst vera hellingsmunur á því hvort að liðið tryggir sig inn í 16. úrslit eða þurfa að treysta 2-0 sigur í síðasta leik. Mér finnst alveg bara gigantísku munur. Þurfum við ekki bara sigur eða ná jafntefli? Nei, við þurfum að vinna Napoli held ég. Ef við töpum leiknum þá held ég að við þurfum að vinna Napoli með 2. Ég segi ef við gerum jafntefli þurfum við þá ekki bara að vinna Napoli? Jú, ég held að þá sé nóg að vinna bara Napoli. Jú, þá er nóg að vinna Napoli. En ég meina, sigur í þessum leik, þá erum við að senda Parísarliðið bara í Evrópudeildina. Það er bara stórt dæmi. Þannig að í mínum huga þá skil ég þess umræðu ekki. Sko. Það er bara sérstaklega á milli taps og sigurs. Það er bara, þá er þetta spurningu hvort að liðið fer tryggir sig áfram í 16. úrslit eða hvort að það þurfi 2-0 sigur í síðasta leika heima móti Napoli. Ég reyndar treysti liðinu alveg í það en ekki sem ég treysti sjálfur mér í það leik. Nei, en sko bara þetta er ekkert pressuleysi, bara gleymdu hugmyndin. Það er hörku pressa og bara mér líst rosalega vel á svona leiki þar sem við bara þurfum að fara og ná í hlut og ég varst að nokkur af leikmennum hugsi eina sekúndu að það sé ennþá séns þrátt fyrir tap. Menn hljóta að fara þarna og bara klára máli. Þeir eru búnir að vinna PSG meira samfarandi vil ég meina heldur en úrslitin loka niðurstaðan sýndi á hinum leiknum. Þeir eru ekki búin að vera að spila neina alvöru leiki heima fyrir. Þeir eru náttúrulega bara rúlla yfir þá deild en það bara virðist vera eina liðið þeirri deild og þeir eru búin að þeir eru að koma tilbaka úr meiðslum bæði Mbappe og Neymar. Þannig að ég er alveg bara klár í þetta. Ég vil bara klára þetta. Ég vil bara fá sterkan útisigur, bara à la Porto eða eitthvað.
Ég ætla að umorða þetta Maggi aðeins, sko, ég er búinn að lesa mig mjög mikið til París eins og þið getið ímyndað ykkur fyrir í kjölfarið á til með uppbytun fyrir en leik. Í alvörunni? Er ekki... Þú mátt ekki skröka svona fólki hennar, þetta er ljótt að skröka. Ég vil meina, sko, ég ætla að umorða spurninguna, er ekki pressan allavega töluvert meiri á París með þetta Katar gengi á bakvið sig heldur til dæmis Liverpool sem á þó allavega sensi viðbót. Ég auðvitað vill fyrir Klopp kemur ekkert annað til greina en að þeir ætla bara að sækja til sigurs í þessum leik. Já, ég sko, þetta Parísarlið er náttúrulega ótrúlega erfitt áttastöða. Mér fannst þeir ekkert geta á Anfield, sorry, ég bara sem lið gátur ekki raskat. Svo bara þarna einstaklingar inn í þessu liði sem eru náttúrulega bara geggjað góðir í rauninni og sérstaklega hrifin Mbappe, Neymar hefur nú aðeins svona veikst í kollinum á mér. Þannig að þú veist, það er auðvitað bara með þess svona lið eins og við erum að eiga við þarna núna á morgun, þú veist, þeir hljóta að vera miklu betri heldur en þeir voru á Anfield. Þeir eru búin að vinna hvern einasta leik heima fyrir og svo sem bökkuði við Partizan og svo sem búin að taka stig þarna af Napoli. Þannig að auðvitað er pressan á þeim, þú veist, það er alveg klárt mál að lámas árangur hjá París þegar þeir sáu riðilinn var að fara áfram úr úrunum og örugglega vinna hann, sko. Þannig að það er alveg klárt mál að það er pressa á þeim. Á sama hátt, þú veist, þá eru þetta pressa okkur líka. Við erum liðið sem að fór í úrslitaleikin í meistaradeildinni í fyrra og unnum alveg ótrúlega mikið af aðdáendum á heimsvísu. Þannig að það að koma úr þessu Partizan tapi, úr þessum ömurlega leik, eftir lélegan leik í Napoli og hafandi ekki átt eitt skot að marka í 180 mínútur útivelli í meistaradeildinni, þú veist, það er alveg pressan okkur að vera ekki þar aftur. Þannig að það er auðvitað gigantísk pressa á PSG en það er auðvitað líka bara svakalega mikil pressa hjá okkur og bara við eigum ekki bara þrífast í því, við eigum bara vera bara klára á því að vilja vera í þeirri stöðu að fara til Parísar sem er náttúrulega klárlega 1 af 6-8 bestu liðum í heimi. Það við viljum bara gera væntingar til þess að við förum á þann útivöll og vinnum er bara held ég jákvætt og gott og ég segi bara eins og Steini, ég er kannski ekki alveg viss við vinnum á 5-0 og við tökum hérna Porto-sönglið og búum til nýtt sko hérna chant eins og við gerum út í Porto saman en sigur væri frábært veganesti bara inn í allan veturinn og einmitt í þennan Everton-leik sem náttúrulega er alltaf svo leikur sem ég vil helst af öllum vinna í hverju leiktímabil í Englandi, þá væri náttúrulega bara geggjað að vinna París og vera komin í frábæra stöðu þegar við eigum síðasta leikinn. Það er náttúrulega bara algjört möst og mér myndi alveg duga 1-0 með sjálfsmarki uppbótartíma og Jókisla Ósengjarnir sigrið þannig en væntingarnir eru það alveg að fara til Parísar og taka stigið að vinna, ekki spurning. Ég ætla að taka það fram að þessi 5-0 hérna dæmi var fullkomlega súrrealist. Já, en það var það svo sem súrrealistar við lendum í Porto líka. Við skulum alveg aftur á því. Það var engin okkar þegar við löpum á völlin að rekna með 5-0 sigri. Það var alveg klart. Nei. Það er bara þannig. Steini, erum við búin að taka sátt þetta nýja leikskipulag fram á við? Sko við sagum heatmappa fyrir mín á móti Watford, það sem hann er nú eiginlega bara meira sko sem miðjumaður heldur en nokkuð tímann strækjar og Sala er náttúrulega frammi sko. Hvernig þetta er búið svolítið umræðin? Alls ekki, við tölum við áðan að við Klopp eins mikið og við elskum hann sem stjóra Liverpool og margir öfundur okkur á hann, þá er hann má alveg gagnrýninn og þetta er atriði sem að ég er ekki alveg að átta mig á hjá hann. Hann er búinn að vera að breyta, hringla í kerfinu fram á við, auðvitað fögnum við því að liðið sé hætt að fá á sig mörk og svona varnarlega orðin meira solid en ég skil ekki alveg þessa breytingu þarna fram á vellinum af hverju eftir besta tímabil á ferlinum fyrir mínu alveg geggjaður í fyrra af hverju hann er allt í einu orðin komin aftar og í rauninni Sala einhvern veginn upp á topp ég skil alveg tilraunina en það er klárt í mínum huga að hún er ekki að virka sem skildi. Við erum ekki þetta er ekkit eitthvað viðbröð við því að það sé verið að lesa okkur. Ég myndi vilja sjá back to basics, ég myndi vilja bara sjá Bobby í sinni stöðu hann upp á topp og
droppa niður og mynda pláss á bakvið sig fyrir bæði Mane og Salah hlaupi. Mér finnst Salah, hann búinn að vera flottur og bara ég ekki sammála því að hann sé búinn að vera í einhverju lægð, en mér finnst að vera miklu öflugri þegar hann fær að njóta sín niður á kantinum og sprengja hann á bakvið hinn. Nei, mér finnst þessi ég ekki hrifinn af þessu nýja kerfi sem hann hefur verið að spila. Maggi, svona beint út frá þessu og svona samhliða, komin tími á Naby Keita til dæmis í þessum leik, þegar voru Henderson, Milner og Wijnaldum, þeir spiluðu fyrir leikinn og sko, við getum bara gert alveg strax ráð fyrir því að miðjan hjá París verður miklu sterkari á heimavelli með Verratti og jafnvel Draxler heldur þeir voru nokkuð tíma á Anfield, sko, þar sem við vorum bara í basli, sko. Ég veit ekki alveg, það rosalega stórt verkefni verið Keita detta beint inn í þennan leik, sko. Ég veit ekki alveg og mér finnst ekki líklegt að Klopp geri það. Ég held einmitt að hann vilji þétta niður á miðjuna og frekar reyna að koma bakvörðunum ofar upp á völlinn því að við vitum það að Neymar fara að róma frjálst einhvers og Draxler þannig típa líka, þannig ég hef alveg trúað því að við gætum alveg séð þessa miðju Henderson, Wijnaldum og Milner og náttúrulega sérstaklega eftir að ljóst að Henderson verður ekki með á móti Everton, þá held ég að þetta því að honum verður ekki gengið vel að spila marga leiki í röð, þá verður hann látið spila þennan leik og svo auðvitað hvílir hann helgina. Þannig ég sé alveg þessa miðju Henderson, Wijnaldum og Milner og klárlega Henderson og Milner held ég, annars verður Henderson í leikbanni og Milner spilaði ekki núna helgina. Þannig að ég sé það alveg gerast að því sögðu þá gæti alveg Fabinho dottið inn í þennan leik, hann náttúrulega hefur spilað í móti París mjög oft og mikið og á ekkert að hrökkva við að fara þangað, einhvers að þess að hann hefði komið að sigrum Monaco á þessum velli. Þannig að ég held kannski frekar að það væri að horfa til þess að hugsanlega myndi Fabinho komin í byrjunliðið frekar heldur en Keita. En ég held að Keita sé alveg rétt að fara dett inn og ég alveg á því að hann verði til dæmis látinn farin í Everton-leikinn helgina og byrji þar. En ég myndi alveg sjá það að við sæjum þess að Henderson, Wijnaldum og Milner miðju byrja en Fabinho myndi þá vera sá sem myndi slá einhvern út. Fyrsta rauða spjaldið semst helgina á Keita. Já, mennar það geti alveg verið. Ég meina, hann á þetta. Ég hef ennþá trú að Keita guð minn góður. Ég held að hann sé alveg leikmaður sem eiga að koma þarna og hann örugglega bara að peppa sig upp í að verða hörku miðjumaður þarna og við vitum það að verið á þessum darbislegum og það náttúrulega þar leikmenn sem eru tilbúinir í kraftið og slægin og það hefur hann alveg sýnt. Hann kannski vantar fylgist upp á að skapa, mér hefur alveg fundist hann vera tilbúin í líkamlega átökin og djöflaganginn en hann bara vantar kannski að komast nær markinu og skapa mér í færi en ég treysti honum alveg í Everton. Við erum líka að tala um það að hann hefur spilað eitthvað 300 mínútur, hann er búin að spila minna fyrir Liverpool heldur en landsliði sem alltaf svolítið pirrandi en hann hlaði mikið til meiðsli að skemma fyrir það líka. Öndum þetta aðeins á helginni Steini, við erum stóraorðið með Everton í sumar og kannski það ekkert breyst núna en sko ég held að segja alveg, við getum ekkert hort fram hjá því að Gylfi til dæmis í toppformi þessum vetri. Ég spyr aftur þessi spurði sumar, heldur að hann væri ekki lykilmaður í flestum af þessum toppliðum núna? Svona spila núna? Sko, hann búin að vera að spila fínt núna en ég sæði hann ekki vera í neinu af þessum topp 6 liðum annað en bara svona bit part player, sko. Ég meina, hann með fína tölfræði en hann er að skora úr vítum og það er náttúrulega bara ekstra fókus á honum. Það er bara þannig hjá okkur á Íslandi en sá sem að er ekki aðeins búið að breytast núna samt í bara algjörlega og það ekki nokkuð vafi, hann er að stíga hann upp alveg bara mikið og hann Silva er klárlega, hann er að svona njóta góðs af þessum stjóra því að hann er að spila hann á réttan stað en að því að þú ert að spyrja þessi topp 6, þó ég sé ekki öll í topp 6 núna að þá sé ég bara ekki að hann ætti breyki neitt af þessum liðum í sinni bestu stöð bara það er bara mitt mat, ég menn hann er búinn að prófa það í Tottenham og hann náði ekki að slá Eriksson út þá og hann næði ekki heldur í dag að mínum mati, og alls ekki Liverpool og alls ekki í Arsenal eða Manchester City, þannig að
ég held að sé bara á mjög góðum stað fyrir hann sem leikmann. Hann að fá þarna bara hellingstraust núna og fá spila hvern einasta leik. Þannig að ég held að hann sé bara nákvæmlega á þeim stað sem hann þarf að vera á. Ég veit þetta illa sagt að sé á góðum stað og nákvæmlega sem hann á að vera. Það bara fullkomlega ekki. Ég ætla nú að ótrúlega sagt, haldið ég sé ekki ósamálunum steinavini mínum hérna. Ég held að Gylfi Þór sé algjörlega búin að fyrir utan City og sennilega okkur vegna þess að hann ekki góður í hápressu, en ég held að Gylfi væri klárlega leikmaður til þess að spila með Chelsea, Tottenham, algjörlega Arsenal-liðinu að mínu viti pottet og United klárlega, hann bara ég sammálaði þar, ég horfði á þarna einmitt að því að ekkert að gera þarna á sunnudagsmótinum og eitt af þessum síð hálftíma sirpur, hann náttúrulega algjörlega potturinn og pannan í góðu Everton-liði, þetta verður bara hörkuleikur helgina og ég hlakka bara til því að með virðingu fyrir því, Everton klárlega óvenjuleg mitt, alltaf í kollinu númer 1, þetta í mínum huga stærri leikur heldur en United-leikurinn, þá finnst mér ömurlegt þannig að sé konum með gott lið, en þetta Everton-liði bara komið með fótboltamenn og það verður bara alvöru fótboltaleikur og í þessum fótboltaliði sem Everton með, þá Gylfi að láta hlutina tikka og hann náttúrulega, hann ekki góður í pressu, finnst mér, það sem að hann kannski tapar, held ég ekki séns á að kannski vinna með okkur, en hann náttúrulega alveg gríðarlega öflugur í að vinna boltan og hann að koma djúpt á völlinu, hann gríðarlega yfirferð og að skila sér inn í teik, þannig að hann svona, að mínu viti, orðinn alveg gríðarlega öflug fölsk nýja sem að þetta virka í mjög mörgum fótboltaliðum, en við notum ekki falska nýju, þannig að hann myndi kannski ekki vera í okkur, þannig að mér finnst Gylfi vera klárlega komin inn í það og ég held að ef við ætlum að fara að velja lið tímabilsins núna, þá hann allavega á bekknum þar, því að hann auðvitað búin að eiga magnaða tölfræði með þetta í Everton-liðinu í vetur og náttúrulega algjör lykill í því að þeir eru búin að fjúka upp töfluna þarna í síðustu leikjum. Önnur þá spurning Steini varðandi Everton sem að reynum að hafa hlutlaust, heldur það með eins og að spila núna og svona koma búin að manna hópin, heldur það náið í að brjótast inn í þennan top 6 pakka, við kannski horfum þá aðalega á eingöngu til Manchester United, en heldur þið haldið það út tímabilið? Nei, ég held að Man United eigi eftir að rísa, þeir verði ekki þarna nær miðri deild heldur en efstu sætunum, þeir eru eftir að koma tilbaka. Ég held að þeir séu ekki að fara að ná meistaradeildarsæti en þeir verða þarna að verða í 5., 7. sæti. Ég held að það sé bara ennþá allt og langt fyrir þessi lið sem eru þarna næst fyrir aftan til að komast nálægt þessum top 6 liðum. Þú vil þetta gaman að tala um þetta, hvort að Manchester eða Everton náðu 7. sæti. Já, þetta verður bara að 7. sko. Og á móti Bournemouth. Hvernig horfir þetta Maggi? Hefur meiri trú á Everton heldur en hérna Steini? Mikill gorgir núna, það gott við vinnum og þetta náttúrulega erfitt eftir útileika móti París í meistaradeildinni og þeir hafa klín viku fyrir það náttúrulega einar sem vinnum með því. Ég ætla bara að viðurkenna það alltaf bestra Everton með gorgir fyrir þennan leik og það nú bara þannig sem það þeir voru ekki með neitt svakalega gorgir í fyrra, við Steini sátum á völlinu og horfðum að spila með 8 manna vörn og fór gefins víti alveg upp úr engu til þess að taka okkur stig og það var ógeðslega svekkjandi, þeir eru að tala um að þessi svektur hefur ekki búin að vinna okkur síðan 2010, ég ennþá ógeðslega svektur að hafa ekki unnið þá í deildarleikjunum í fyrra þó að bikarleikurinn er vissulega bætta einhvern veginn aðeins upp. Þannig að það bara munið eftir því þegar Martínez kom og sagði að við erum konum með alveg gott lið og Liverpool og hvað fór það ekki þá 4-0 þegar Suárez og Gerrard og Sturridge settu þá. Þannig að það bara flott að fá Everton þannig inn. Að því sögðu þá þetta bara hörkuleikur og þeir eru lið í fínu formi og bara mattsa okkur ágætlega upp, þeir eru bara með býsna öfluga miðjumenn þarna og sóknarleikurinn með Richarlison og Gylfa svona lykilhlutverki búið að vera fínn og Walcott og Bernard á kantonum flottir. Varnarleikurinn þeirra kannski ekki góður og það það, mér finnst mína alls ekki varnarlega vera búin að sannfæra mig þó hann sé búin að vera virkilega öflugur í þessum hotnum og því öllu og hafsendaparið mína og Keane og markvörðurinn Pickford eru náttúrulega ætti að vera svona lykillinn fyrir okkur að keyra á þannig að það alveg klart mál að við erum
sterkari held ég, við erum sterkara liðið í þessum leik en það verður alveg gaman að fá bara Everton-lið sem ætla sér að spila fótbolta á Anfield og þetta náttúrulega leikir sem hafa verið algjör klassík í gegnum tíðina og bara vonandi fáum við bara hörku klassíks þar sem við skorum sigurmarki í uppbótartíma aftur, bara fínt að fá sjálfsmark á 90. annarri, þar sem að væri bara alltaf sætustu sigrarnir, ég mun aldrei held ég upplifa aftur það sem ég gerði á Goodison Park þegar McAllister sett hann og aukaspyrnuna þarna 4 mínútur uppbótartíma og 1 færri, það var eins nálægt fótboltalegri fullnægingu og hægt í þeim aðstæðum, það var bara svoleiðis, þannig að mér finnst það svona að draumurinn minn að gera það svoleiðis, en það verður hörkuleikur og þetta Everton-lið bara klárlega það besta sem hefur komið frá þeim í langan tíma. Nákvæmlega strákar, við förum að ljúka þessu ef ekki að taka spá á. Ég sá reyndar stóra hluta úr þessum Everton Cardiff er með lélegasta liði í ensku úrvalsdeildinni og sá stóran hluta úr þessum leik og Jeremías góður, ekki voru þeir góðir þá, þannig að ég ætla bara að vona þeir haldi því áfram, en það er fínt eins og Maggi segir að þeir fari inn í þennan leik haldandi að þeir séu betri en þeir eru, þannig að því ég er alveg hundsvektur með þessi 2 jafntefli á síðasta tímabili þar sem við töpuðum 4 stigum. Annar leikur var náttúrulega bara hreinn þjófnaður, það var með ólíkindum að þeir hafi fengið út úr því og þetta ennþá pirraður þessu helvíti vítið sem þeir fengu. Fáum var á næsta tímabili. Steini, spá fyrir báða leikina. Já, ég hef nú ekki átt svona erfitt með að spá fyrir leiki ef ég segja alveg svo verið, en ég hef full að trúa að við getum unnið PSG á útivelli en ég held samt að endi með jafntefli. Ég held að þetta verði 2-2 jafntefli. Everton vinnum við. Það er bara, það kemur ekkert annað til greina þar. Við vinnum Everton en það verður engin gönguferð í Stanley Park. Það er alveg ljóst held ég. Við vinnum þann leik 2-1. Mikinn barning. Já, ég ætla að vera sammála Steina. Ég ætla að hann stál svolítið úrslitunum mínum. Ég held að þessi Parísarleikur verður hörkuleikur sem endar 2-2 og ég hef svona aðeins meiri trú. Ég held að við vinnum Everton 3-1. Þetta verður svona leik að verður ansi oft úrslitunum Anfield 3-1 fyrir Liverpool. Ég held að við séum að horfa svoleiðis leik þar sem að við svona þegar þeir koma aðeins á okkur í lokin til þess að jafna þá fáum við skyndisókn og vinnum 3-1. Þannig að jafntefli París, vinnum Everton á sunnudaginn. Ég er rosalega smeykuð að leik í París. Þessi heimavöllur orðin alvöru hjá þeim líka sérstaklega á svona kvöldum. Ég veist að þeir verið vel uppfórið á pöllunum og þetta er náttúrulega alveg snarvitlausir stuðningsmenn út í það farið en ég setti óskengjuspát 1-2, held mig bara við hann og við tökum og stilum þessu þar. Og í Everton ég verð líka að verða mikill barningur að við getum ekki tapa fleiri stigum móti þeim í deildinni, við vinnum það. Ég ætla að sammála með þetta 3-1. Maggi, þetta var rosa svartsýnt hjá Einari með París. Hann hefur rosa vonda tilfinningu fyrir þessu og við bjartir í 2-2 jafntefli og hann spáir 1-2. Eina ástæða fyrir spá ekki tapi, ég nenni bara ekki að fá skítkastið yfir mig sko. Það hjálpar ekkert að spá tapi, þetta skiptir ekkert máli þannig. Spurðu Daniel að því, hann að taka þetta allt saman niður. Já, ég veit ekki það. Ég sendi honum svo raunverulega spá hjá mér sér sko. Ég er alveg sammála því, ég mun fá það verður óvarlega uppbrattir samstarfsmenn mínir þetta í fyrramálið sem að munu koma að rifja upp meistaradeildarúrslit kvöldsins, þannig að ég veit ekki það alveg að það er mikið svekkelsi að þurfum að vera fúll út í þá áframáli fram á 50 dag, þannig að ég er sammála Einari því að þetta er svona óskegjarni svo að við vinnum þetta bara og eltum Unitedin í sextalúrslit, það er ekki spurning. Dagskráin tæmd í bili, við stefnum aftur á næstu viku, þriðjudag, miðvikudag, ég man ekki hvaða leik, eigum við ekki einhvern leik í, er Napoli strax í næstu viku, hvernig var þetta? Nei, það er Burnley, í næstu viku. Hvað daginn? Miðvikudaginn? 5. desember, hvaða dag verður það? Það kemur í ljós í næstu viku. Við verum ekki með podcast 5. desember. Nei, við verðum örugglega þriðjudaginn, ég held að leikurinn hjá Everton sé á sunnudegi, þannig að stefnum á það dag í kvöld.